11. liður á dagskrá ráðning bæjarstjóra og ritari mun dreifa hér samkomulagi sem að hljóðar á þann veg. Samkomulag hefur orðið það milli Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks í bæjarstjórn Akureyrar að Sigrún Björk Jakobsdóttir láta af störfum bæjarstjóra þann 9. júní 2009. Enn fremur samkomulag að gera það tillögu til bæjarstjórnar Akureyrar að Hermann Jón Tómasson taki við starfi bæjarstjóra frá sama degi. Þetta undirritað þann 9. júní 2009 af Hermanni Jóni Tómassyni, formanni bæjarráðs, Sigrúnu Björk Jakobsdóttir bæjarstjóra og Kristjáni Þór Júlíussyni, forseta bæjarstjórnar. Og ég tel rétt að gefa orðið laust undir þessum lið áður en við göngum til afgreiðslu á þessari tillögu. Já, undir þessum lið, já. Hjalti Jón Sveinsson hefur beðið orðið. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara þakka Sigrúnu Björk fyrir hennar frábæri störf í starfi bæjarstjóra. Hún hefur sýnt því af miklum dugnaði, krafti og harðfylgi á erfiðum tímum sem dunni hafa bæði í íslensku þjóðfélagi og hér á Akureyri. Tek ofan hattinn fyrir henni eins og ég hef alltaf gert. Og ég veit ég tala fyrir munn okkar allavega hér í meirihlutanum. Og ég óska jafnframt Hermanni Tómassyni góðs gengis í sínu starfi næsta árið. Ég hef átt mjög gott og farsælt samstarf við Hermann Jón í mörg ár og efast ekki að hann mun valda þessu mjög vel. Takk fyrir. Hjalti Jón Sveinsson hefur lokið máli sínu. Jónas G. Bjarnason, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Flækti nú svolítið árnaðaróska máli þessi rókering með forsetann. Ég óska rétt ókjörnum bæjarstjóra til hamingju með embættið og óska honum alls hins besta á þessu ári sem framundan er. Ég vil þakka fráfarandi bæjarstjóra samstarfið. Ég tel að hún hafi vaxið í starfi. Hún fekk heldur betur ágjöfina í því árferði sem hér hefur brostið á. Ég tel að hún hafi staðið sig vel við þær gríðarlega erfiðu aðstæður sem hér voru. Hún hefur leitt samstarf allra framboða í bæjarstjórn við fjárhagsáætlunargerð ásamt formanni bæjarráðs, fyrrverandi núna, að röggsemi. Við höfum ekkert lokið því starfi og það samstarf heldur áfram þangað til að við sjáum til lands í þessum málum. Það er auðvitað ekkert skemmtilegt við þessar aðstæður þar sem að hátíðarstemmingin svífur yfir vötnum að vera mjög neikvæður. En ég vil samt greina frá þeirri skoðun minni og það hefur ekkert með neinar persónur að gera að ég tel þessa ákvörðun meirihlutans ranga. Ég tel hana ranga í ljósi þeirra aðstæðna sem nú uppi í þjóðfélaginu. Stór fyrirtæki með mikinn rekstur og vel á 2.000 starfsmenn skiptir ekki framkvæmdastjóra nema mikil þörf sé á, jafnvel þó að fleiri vanlegir kosti séu í stöðinni. Nú hefur þessi meirihluti boðið okkur upp á 3 bæjarstjóra á þessu kjörtímabili og mér finnst það ekki boðleg vinnubrögð, hreinskilnislega sagt. Frá árinu 1919 til 2006 sátu hér 8 bæjarstjórar. Meðal starfsaldur einhvers staðar á milli 8 og 9 ár en síðan bætast við 2 nýir, þar að segja einn hélt áfram starfinu tímabundið og þetta ég held að þurfi enga mikla spekkinga í rekstrarfræði til að sjá það að þetta ekki eins og þá að vera. Ég ætla ekki að fara í djúpa krufningu á því af hverju þessi atburðarás hefur átt sér stað. Alls ekki. Ég held að það þjóni engu tilgangi við þessar aðstæður. Ég hins vegar reikna ekki með því að kjósendur meirihlutaflokkana hafi reiknað með því
fyrir síðustu kosningar að þessi atburðarás myndi eiga sér stað. Og ég sé ekki alveg nein rekstrarleg eða rök í umhverfinu fyrir að gera þetta núna og ég ítrekka það með mikilli virðingu fyrir bæjarfulltrúa Hermanni Tómasinni og hún mjög mikil og ég tel Hermann að vera heiðarlegan dugmikil stjórnmálamann. En þetta bara að ég tel ekki þær aðstæður. Ég hefði líka talið þessi ákvörðun ranga þó að aðstæðurnar verið góðar. Ef að fráfarandi bæjarstjóri hefði ekki staðið sig í stykkinu, þá hefði þetta kannski, en það vissum náttúrulega menn ekkert fyrir. En við að skipta bæjarstjóra, sem ég svo sagði áðan hefur vaxið í starfi, eftir töluverða ágjöf kannski í byrjun, fengið erfiðustu aðstæður sem að hugsa skatt til þess að takast á við og komið frá því með sóma og þess vegna tel ég þetta ekki tímabært. Ég ætla ekki að fara onni í, eins og ég sagði áðan, dýpri skilgreiningu á þessum ákvörðunum. Ég ítrekka árnaðar óskir og óskir velfarnað í starfi til væntanlegs bæjarstjóra og heiti honum því að ég mun leggja honum alltaf lið sem mér unnt þetta ár sem eftir Ég ítrekka aftur þakki til Sigrúnar, fráfarandi bæjarstjóra og að því að svona atvikast núna þá þakka ég fráfarandi forseta líka, rakk saman stjórn hér á fundum. Þetta gerði leiðilega oft athugasemdir við ræðutíma undir þetta sem það önnur saga. En þetta var það sem ég vildi framkoma við þessa embættistöku sem hér á sér stað. Og ég vona að okkur í sameiningu takist að berjast við þær aðstæður sem við að kljást við. En sem þjálfari, íþróttaþjálfari, þá segir það sér sjálft að maður skiptir ekki leikstjórnanda út af sem að stjórna liðið sínu vel. Jafnvel þó maður í annan góða leikstjórnanda. Það gerir maður kannski ef hann misstígur sig eða fellur og leikkaðurum á sökum, en svo ekki. En enn og aftur takk fyrir samstarfið og gangi þér vel, Hermann. Næst tekur máls Kristín Sigfúsdóttir. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar. Ég ætla að nota tækifærið og þakka Sigrúnu Björk Jakobsdóttur fyrir samstarfið og óska henni til hamingju með forsetaembættið með forseti bæjarstjórnar og ég óska Hermanni Jóni Tómasinni til hamingju með að verða bæjarstjóri og ég óska þess að hann verði nú farsæll í starfi og þetta sé nú bara eins og sagt svona skeifnaspretturinn bara síðasta árið. Og það hefur ekkert með persónum þeirra að tveggja að gera að mér finnst þetta að vera algjört hringl að þurfa að hafa 3 bæjarstjóra á sama kjörtímabilinu. Og ég ætla að vona að verði hægt að bjóða upp á það í vor að það verði ákveðið að það verði einhver meiri stöðuleiki yfir því. Þannig að mér finnst það, ég tek það upp á öðrum vettvangi og síðar. En það hefur ekkert með þeirra persónum sérstaklega að gera. Ég vona bara að þetta verði áfram gott samstarf hjá bæði minnihluta og meirihluta og okkur takist að stíga ölduna saman. Takk fyrir. Valdur Sigurðsson hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Leið og ég óska Hermanni Jóni velfarnaði sem bæjarstjóra á afar erfiðum tímum. Þá vil ég þakka Sigrúnu Björk samstarfið og ítrekka að það var framfaraspor að fá loks duglega konu í stól bæjarstjóra á Akureyri. En ég vil nú svona til gamans benda meirihlutanum á að það sem þau eru mikið fyrir að skipta bæjarstjóra og svona á kjörtímabilinu að hvort ekki væri réttast að
ég og bæjarfulltrúi Jóhannes og Oddur Helgi fengjum 3 síðustu mánuðina svona, svo allir fengju eitthvað. Takk fyrir. Þá hafa ekki fleiri óska eftir að taka til, bæjarfulltrúi Helena Karlsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir sem hafa komið hér upp þakka Sigrúnu fyrir velunnin störf þann tíma sem hún hefur gegnt embætti bæjarstjóra. Óska henni einnig til hamingju með embætti forseta bæjarstjórnar. Af því að bæjarfulltrúum hefur nú verið tíðrætt fjölda bæjarstjóra og þess að það óþarfi, eða þeim finnst vera óþarfi að skipta. Það byggist náttúrulega þessi breyting og þessi skipti á meirihlutasamkomulagi og það hefur enga forsendur brostið fyrir því að þessi skipti ekki fara fram. Þó hafi breytingar í efnahagsástandi, þá munu þessar breytingar ekki hafa neitt kostnað í för með sér. Þau hafa bæði afsalað sér biðlaunarétti. Hermann hefur unnið mjög náið með Sigrúnu, þannig að það verður unnið lítil breyting, eða ég sé allavega ekki fram á það verði mikil breyting af þessu nema að það eru flokkar sem skipta sæti. En mér langar bara ítreka nú aftur óskir til forseta bæjarstjórnar og jafnframt að óska bæjarfulltrúa Hermanni Jóni innilega til hamingju með að taka við bæjarstjóra keflinu. Þetta verður mjög vandasamt verkefni sem hann spýður núna á næstu mánuðum, en ég veit að hann á eftir að standa sér vel og ég óska honum innilega til hamingju. Takk. Fleiri hafa ekki kvart sér ljós og við göngum þá til afgreiðslu þessari tillögu sem ég las upp áðan ráðningu Hermanns Jóns Tómassonar sem bæjarstjóra og ég bið þá bæjarfulltrúa sem að samþykkja þessa tillögu að gefa merki. Á móti. Hún samþykkt með 7 atkvæðum og 4 sitja hjá. Og Hermann Jón Tómasson þá ráðinn sem bæjarstjóri frá 9. júní og óskum til hamingju með nýtt starf og biður hann að taka til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir það mikla traust sem þið sýnið mér með því að fela mér starf bæjarstjóra næsta árið. Starfið ærið í góðu árferði og ljóst ekki verið að minna nú þegar gefur á bátinn. Ég mun að sjálfsögðu leggja mig allan fram að vinna eins og best ég get í þágu bæjarins okkar og treysti á gott samstarfi ykkur ágætu bæjarfulltrúar hér eftir sem hingað til. Við erum ef til vill ekki alltaf sammála áherslur í þeim málum sem við afgreiðum á þessum vettvangi, en ég veit að við berum öll hagsmuni Akureyrarbæjar fyrir brjósti og það ágætur grundvöllur samstarfs. Þau eru sannarlega ærin verkefnin sem við þurfum að takast á við á næstunni. Lengst af þessu kjörtímabili höfum við rætt uppbyggingu og aukna þjónustu. Við stöndum nú frammi fyrir allt annars konar verkefnum. Við þurfum að leita leiða til að laga útgjöld að minnkandi tekjum sveitarfélagsins. Við þurfum að draga saman seglin. Þó að þetta séu ef til vill ekki þau verkefni sem við gerðum ráð fyrir að takast á við þegar við gáfum kost á okkur til starfa í bæjarstjórn, þá ekki síður mikilvægt að standa vel að þeim ákvörðunum sem við tökum þau. Í sinni einföldustu mynd má ef til vill segja að verkefni sé tvíþætt, að tryggja fjárhag bæjarins til lengri tíma leið og við gætum þess að sá niðurskurður sem óneitanlega framundan bitni eins lítið og mögulegt á þeirri góðu þjónustu sem sveitarfélagi veitir nú. Í mínum huga verður árangur á þessum 2 sviðum góður mælikvarði á störf okkar í þágu bæjarfélagsins þegar upp verður staðið. Það fyrra lítur eins og áður sagði að hinum fjárhagslega grundvelli að sameiginlegum sjóði bæjarbúa sem okkur hefur verið falið að gæta og nota í þeirra þágu. Okkur ber að nýta hann til hagsbóta fyrir íbúana á sama tíma og okkur ber að fara þannig með þessa fjármuni að við leggjum ekki óþarfa byrðar á komandi kynslóðir á Akureyringa framtíðarinnar. Þess vegna nauðsynlegt nú þegar tekjur draga saman og kostnaður við skuldbindingar eykst að við endurskoðum allar áætlanir okkar í ljósi breyttra forsendna. Við viljum ekki og ætlum ekki að afhenda næstu kynslóð okkar vanda, við ætlum að takast á við hann og leysa úr honum sjálf. Að þessu sögðu mikilvægt að hafa það í huga að þó svo að nú gefa á bátinn, þá Akureyrar eitt öflugasta sveitarfélags landsins. Við höfum veitt íbúum okkar góða þjónustu
til þessa og við eigum alla möguleika á að skapa íbúum bæjarins ákjósanlegar aðstæður til lífs og starfa hér eftir sem hingað til ef við bregðumst rétt við þeim aðstæðum sem nú eru uppi. Það er verkefnið, tökum á því saman. Góðir bæjarfulltrúar, nú verður breyting á verkaskiptingu meirihlutaflokkana í bæjarstjórn. Ákvörðun þessa breytingu hefur legið fyrir í 3 ár og nægur tími hefur þannig gefist til þess að undirbúa hann. Starfsemi bæjarins mun áfram ganga vel þó svo að skipt verði karlinn eða kannski konuna í brúnni á þessum tímapunkti. Ég þakka ykkur öllum samstarfi við mig í því starfi sem ég hef gegnt til þessa, starfi formanns bæjarráðs. Ég hlakka til samstarfsins við ykkur í nýju hlutverki, rétt eins og ég hlakka til samstarfsins við starfsmenn bæjarins og íbúa alla. Takk fyrir. Hermann Jón Tómasson hefur lokið máli sínu og þá verður nú að draga að lokum hjá okkur í dag og dagskrá er tæmd. Ég vil hér rétt í endan þakka fyrir hlýorð og kveðjur í minn garð og þakka bæjarfulltrúum fyrir samstarfið í vetur og á liðnum árum. Bæjarstjórn tekur sér núna sumarleyfi og næsti fundur er afgjörður 1. september klukkan 4 og ég óska bæjarfulltrúum gleðilegs sumars og velfarnaðar á komandi mánuðum. Fundi slitið.